Góðan daginn og ég ætla að byrja að þakka fyrir boðið. Ég nú raunar fyrrum starfsmaður fyrirrennara þessara stofnunar innstæra, starfaði sem landvörður í mörg ár og hef sérstakann áhuga á því málefni sem við erum að ræða núna, enda hefur það auðvitað verið mikið í deglunni á undanförnum mánuðum. Það er líka áhugavert að velta því fyrir sér svona í örstutta stund hversu nátengt orðræðan ferðaþjónustu á Íslandi og náttúruverndarorðin frá þegar ég starfaði sem landvörður hjá Náttúruverndarráði fyrir einhverjum árum síðan. Þá má segja að það hafi orðið svolítið bylting í þessum tengslum. Vegna þess að á þeim tíma sem ég starfaði þá var ferðaþjónustu og ferðamennska oft talin andstæða náttúruverndar. Og núna auðvitað búið að spyrða þessu mjög mikið saman í umræðinu, enda ljóst eins og fram hefur komið að náttúran það sem dregur okkar ferðamenn til landsins, einkum og sérlega. Nú, það sem ég ætla að gera í dag, ég ætla að í rauninni að gera nákvæmlega það sem ég var beðin að gera, að tala stýringu, álag og uppbyggingu á ferðamannastöðum og taka það í þessari röð. Koma kannski aðeins inn í örstuttu máli á forsendur þess sem ég að tala og að því að þetta nú stuttirindi að þá held ég að það kannski liggi betur við að ég reyna að vekja spurningar frekar en að svara þeim mörgum. Þannig ég held að það sé það kannski sem er grundvöld þeirra umræðu sem við þurfum að eiga áfram og alltaf. Það er það að við vekjum nógu margar spurningar til þess að umræðan geti orðið af einhverju skynsemi. Nú, ég ætla að byrja að ræða aðeins vöxt ferðaþjónustunnar á undanförnum misserum og ég valdi þessa mynd hérna sérstaklega. Hún tekin í Jökulfjörðum á Hornströndum í byrjun mars á þessu ári. Þarna skúta sem liggur fyrir akkeri og að bíða eftir því að fá ferðamenn aftur borð sem hafa verið á skíðum upp í hlíðum Jökulfjarðanna. Ég hugsaði fyrir svona 10 árum hefði þetta þótt fáránleg hugmynd. Í fyrsta lagi það að það væri hægt að gera út á ferðamenn með þessum hætti í mars sem var náttúrulega utan ferðaþjónustu tímabilsins, vel og rækilega. Og í öðru lagi að það væri kannski svona lífvænleg viðskipta hugmynd að gera út á akkurat þetta sem að Kristín Linda kom ögn inn á, þar að segja þessa hægagangs ferðaþjónustu. Af því þarna auðvitað verið að reyna að beita sem minnstu vélarafli og fara sem hægast yfir, má segja. Nú, fjöldi ferðamanna til Íslands hefur tekið mikinn kipp frá því 2010. Eins og þið sjáið að því gerum ráð fyrir sem öll talnaglögt fólk hér, ég ætla ekki að eyða miklum tími í þetta, en frá árinu 2010 lætur nærri að ferðamönnum hingað til lands hafi fjölgað 60%. Það er ekki lítið á 4 árum. Það er bara alveg svakalega mikið. Og það er auðvitað það sem við þurfum að bregðast við með einhverjum hætti. Nú, það hefur verið reynt að fá ferðamenn til að koma til landsins einkum og sérlega utan hinna svokölluðu háannar sem ég alveg sammála þeim sem segja að það afspyrnu ljótt orð, en hvað er það, utan sumartíman sem sagt. Og eins og þið sjáið á þessum samanburði milli ára og ég geti haft hann yfir fleiri ár en ákvað að sleppa því, að það verður þetta hlutfallsleg fjölgun meiri á undanförnum árum heldur en að sumri. Það breytir því þó ekki og vísa ég þar með í orð umhverfisráðherra hér í byrjun þessa fundar að fjölgunin yfir sumartíman hefur auðvitað verið mjög mikil. Eins og hann benti á í samanburði sínum á júlítölum 2002 og núna í fyrra, þá hefur fjölgunin á sumartíma orðið mikil. Hún verður það alltaf. Við erum aldrei komið í veg fyrir það að fólk sem að heyrir Ísland sem vænlegan áfangastað kjósi að koma í sumarfríinu sínu, einfaldlega því að fólk á sumarfrí. Álag á ferðamannastöðum hefur auðvitað aukist í samræmi við þetta. Það má segja að hún mikil og hröð á vinsælustu ferðamannastöðunum að því á sama tíma að fólki hefur fjölgað sem kemur til landsins hefur ferðatími styst og ferðahegðun svolítið breyst. Kannski, að það náttúrulega auðvitað mjög margar ástæður fyrir því, en kannski vegna þess að fólk að koma í styttir tíma, það er hækkað eldsneytisverð sem kannski styttir þá vegalengd sem fólk vill fara og það margir sem hafa orðið að þessi fjölgun og þessi vöxtur hjá meðalferðamanna hafi einhverjum sérlega orðið innan þessa stór höfuðborgarsvæði sem stundum skilgreint, það að segja milli Hvítánna og 2.
á Vesturlandi og Suðurlandi. Og það gerir það að verkum að álagið eykst. Og í hverju félast þessir álagsþættir? Það eru þessi náttúrulegu, það eru þeir sem eru bara koma óhjákvæmilega með aukinni fjölgun, aukin úrgangur, það er aukin umhverfis, það er meira umhverfis álag og ég vísa til bara nýlega frétta úr minni kæru sveit Mývatnssveit, þar sem að umhverfisbreytingar hafa verið mjög miklar á vatninu og sem að líklega má rekja að allavega einhverju leyti til þess að það er auðvitað margfaldast íbúðatalannar og hefur gert í raun og veru og umhverfisálagi vegna ferðaþjónustu hefur auðvitað margfaldast og það er einn þáttur sem við þurfum að hugsa um. Það er traðk, það er ýmiss konar áhrif ferðamanna beint á náttúru landsins og að því að Guðmundur kom inn á vistfræðileg þolmörk að þá er það þáttur sem hefur verið vanrægt að rannsaka. Það var því gleðilegt að við gátum veitt örlitlu fé í slíkar þolmarkarannsóknir núna í upphafi árs Ferðamálastofa til Háskóla Íslands og ég hlakka mjög mikið til að sjá hvað kemur út úr þeim. En það gæti orðið einhver vísir að því að byggja upp þekkingagrunn á þessu sviði. Nú síðan er það auðvitað því að við erum að horfa til atvinnugreinarnar sjálfa, þá er það þrengslin. Vegna þess að því þrengra sem við erum fólk og því erfiðara sem fólk á með að sjá til dæmis Gullfoss, því neikvæðari er upplifun ferðamanna og því má segja sviknari vöru eru við að selja. Því að við erum að selja aðgang að náttúrunni í rauninni með okkar markaðssetningu, burt sér frá allri gjaldtöku og ef við eyðileggjum það þá má segja að byltingin sé endanlega búin að éta börnin sín og það myndi hafa mjög neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna sjálfa. Ef við skoðum, að því ég vísa í þetta, ef við skoðum hvaða landsvæði erlendi ferðamenn hafa heimsótt á undanförnum árum, að þetta er ekki mikla breytingar kannski milli ára, en þið sjáið það að stærstur hluti ferðamanna gefur það upp að sumri að 72% að heimsækja Suðurland, 55% segjast heimsækja Suðurland eða vetrum. Dreifingin það er minni munur á heimsóknum á Reykjanes og það sem mér fannst athyglisvert í þessu, það var að svörun við spurningum hvort þeir hefðu heimsótt hálendið. Af því að 36% segjast heimsækja hálendið að sumri og það kemur nú ekki óvart, en 20% segjast heimsækja að vetri. Þegar við kannski flest teljum að hálendið sé nú tiltölulega lokað og það má líklega rekja til dagsferða sem að gera út á jökla og annað, þar sem að fólk upplifir sig á hálendinu og jóbuðum. Á móti kemur að það eru ekki með 11,7% ferðamanna sem að fara á Norðurland að vetrum. Þannig við getum séð það auðvitað að það er, og með því að skoða Austurland og Vestur, þá getum við séð það auðvitað er einn þátturinn í því að minnka álag felst í því að reyna eftir föngum að fá fólk til að ferðast víðar og fara kannski á nýja áfangastað innan landsins. Nú, með vísan í þessa, þá má kannski benda á að á undanförnum árum þá hafa, í ár og í fyrra, þá hafa stærstu styrki framkvæmdasjóðs ferðamanna staða farið á svæði þar sem að álagið hefur annars vegar aukist. Við horfum á Stöng í Þjórsárdal, Geysi í Haukadal. Þeir styrkir fóru í deiliskipulagsvinnu og hönnunarsamkeppni og ágætt að nefna það að þess styrkur sem fóru í hönnunarsamkeppninni greiddi fyrir samkeppnina og niðurstöðu hennar í heild sinni, þar kom engin annar aðila að. Við hafi verið veitt talsverðu fé í Gullfoss, stór styrkur fór á þessu ári í Skaftafell og svo í umræðinu að dreifa álagi þá hefur verið veitt fé meðal annars í uppbyggingu áfangastaða á Skoruvíkurbergi sem er talsvert langt frá Suðurlandi. Nú annað sem vert er að nefna þegar við erum að velta fyrir okkur þessu álagi á náttúru Íslands af völdum ferðaþjónustunnar, það er stýring á umferð. Guðmundur kom ögninni á þetta og það er alveg rétt sem hann segir að við höfum mjög lítið rætt fjöldatakmarkanir. Það er að segja ítölur, það er að segja pantanir. Við höfum ekki greint það hvort að einhverjir á okkar áfangastöðum séu, jafn gildir áfangastöðum eins og til dæmis Galapagos eða ákveðnum svæðum í Grand Canyon, þar sem við getum bara sagt að það er svo eftirsóknarvert að koma þarna og við skulum bara takmarka aðganginn, við skulum gera það að einhverju svona gullleggi. Við höfum ekki farið mikið út í það að stýra umferð til þess að til dæmis ef við horfum á stíga sem að geta skapað stórfelld vandamáli á náttúrulegum svæðum með því að setja upp til dæmis einstefnu. Við höfum einhverjum á sérilagi hort til þess að byggja upp og að afla fjár til þess.
og ég tel raunar að svo umræða sé svolítið takmörkuð og við þurfum að fara að víkka hana út ef við erum í raun og veru að horfa á það að reyna að tryggja það að ferðaþjónustan verði sjálfbær til framtíðar. Vegna þess að gjaldtakan, hún á það að vera gjaldstofn til uppbyggingar, en það má spyrja sig hvort hún hafi, með hvað, þegar maður að horfa til þess til gjaldtöku á einstökum svæðum, með hvað hætti og hvort hún hafi áhrif á önnur útgjöld ferðamanna. Það var áhugavert að lesa fréttum samanburð á marsmánuði í útgjöldum í kreditkortafærslum hjá ferðamönnum sem að Rannsóknarstofnun Verslunarinnar tók saman. Það sem kom í ljós að útgjöld á mann í marsmánuði hefðu minnkað á milli ára örlítið og þrátt fyrir að það sé ekki kannski leiðrétt nú vel fyrir hlutum eins og gjaldmiðilsbreytingum eða verðbólgu, að þá bendir það allavega til þess að þessi möguleiki á að aðgangseyririnn sem þá var til dæmis verið að rukka inn á Geysi hafi jafnvel haft með einhverjum hætti óbein áhrif á önnur útgjöld. Og þá aftur spurningin, viljum við hafa það þannig, ef þetta er ekki útgjaldaaukning, þá í rauninni verið að taka af innkomu af ferðamönnum sem gæti nýst þá í annað og gæti farið inn í fyrirtækin meðal annars. Nú, ef að þetta er svo að þetta er ekki eitthvað sem að menn bæta við sig vilja fara á þessa einstöku staði, þá má velta fyrir sig hvort þetta virkar sem aðgangsstýring. Að því þá getur verið, ef við nefnum aftur mikrodæmi á Geysi í Haukadal, að þá getur það verið að fyrir þau fyrirtæki sem að þarna er að starfa getur þetta haft mjög neikvæð áhrif. Ef þú til dæmis ákveður frekar að fá í pilsu en pitsu, að því þú ætlar að borga aðgangseyrin. Og þetta er allt eitthvað sem við þurfum að taka inn í umræðinu þessa hluti, vegna þess að það kemur þá inn í þetta með það hvernig við ætlum að fjármagna annars vegar uppbyggingu á einstökum stöðum og uppbyggingu á nýjum stöðum og almennt. Nú, menn hafa líka talað það til þess að dreifa álaginu að þá borgi sig að byggja upp og kynna nýja staði, ekki á hálendinu eða á viðkvæmum stöðum, heldur á svæðunum milli hálendis og byggða. Það sem ávinningur gæti þó orðið eftir í héraði eins og Guðmundur kom inn á. En það er mjög mikilvægt að við fáum ekki þennan, ég held að þetta sé kallað hagleka frá svæðum, að því að auðvitað eitt af hlutverkum ferðaþjónustunnar hefur verið að byggja upp atvinnu í héraði og þá þarf auðvitað að tryggja það að fjármunni verði eftir þar. Við Guðmundur erum mjög sammála oft. Nú, enn eitt sem aftur Guðmundur kom inn á, við höfum ekkert samráð, ég benda á það er spurningin það hvort að það sé endalaust hægt að byggja upp og taka þannig við fleiri og fleiri ferðamönnum. Það er að segja, getum við hent peningum á einstaka vinsæla ferðamannastæði og sagt, nú reddast þetta, nú getum við tekið á móti skriljón ferðamönnum. Það er auðvitað ekki þannig. Ef það verið komin í 4 mannhæjarháir pallar við Gullfoss, þá værum við auðvitað búin að breyta Gullfossi til frambúðar. Og þannig að við þurfum auðvitað að fara að hugsa það, hversu marga ferðamenn viljum við fá á hvert stað og með hvaða hætti getum við stýrt í. Vegna þess að aukin uppbygging, hún skila sér ekki endilega í það markmið að gera ferðaþjónustuna eða áfangastæðin sjálfbæran. Nú, það þarf að dreifa álagi með því að byggja upp nýja staði og þar eru þetta ákveðin markaðsbrestur til staðar af því að það borgar sig í sjálfu sér ekki að byggja upp nýja stað fyrir að einhverjir, hvort sem það eru landeigendur eða þeir sem ætla að reka einhverja þjónustu í kringum staðinn, sjá sér hag í því að setja peninga í það og þess vegna hefur það verið svona, við höfum verið sammála það að þar eigi ríkið og hið opinbera að koma að. Við þurfum auðvitað að horfa til skipulagsmála og það er þá aftur þetta sem að Guðmundur, þannig að veirum við að segja þetta, kom inn á, það er akkurat þetta, hvar ætlum við að byggja upp, hversu mikið, ætlum við að drita klósettum hvar sem fólki geta orðið mál, viljum við hafa svæði sem eru mjög mikið uppbyggð, þar sem það er mjög gott aðgengi, hafa einhvers konar stigsskiptingu á því, hvað ætlum við að gera? Og þarna bind ég allavega vonir við þá vinnu sem nú á sér stað landsskipulagið, en ég held að þessi löngu tímabært við horfum svolítið heildrænt á þessa hluti. Og síðan þurfum við þetta sveitarfélögin bæði að hafa vilja og tök á að koma að með virkum hætti. Það er akkurat þetta, að þau hafi tök á því að hafa einhvern hag af því að hafa áhuga á því með hvaða hætti ferðaþjónustan byggist upp hjá þeim. Nú, fjármögnunin, það hefur við kannski verið málanna í umræðinni og ég ætla ekki að koma í rauninni að því ég er nú embættismaður og hef engar skoðanir, þá ætla ég ekki að ræða sérstaklega eina leið umfram aðra, en þær eru til margar leiðir og enn og aftur eins og Guðmundur kom inn á.
Þær hafa allar verið ræddar með einhverjum hætti. Það er að segja gjaldtaka á einstökum svæðum, hugmyndin náttúrupassan, komu- og brottfarargjöld og svo breytingar á skattkerfinu, sem dæmi gistináttaskatturinn, sem að gæti þó skila sér í auknum tekjum. Nú, forsenda þess að við skilgreinum gjaldstofnana ekki síst að við ræðum hvert markmiðið með gjaldtökunni. Og þá kem ég aftur inn á þetta með stýringun á álaginu, hvert peningarnir eiga að fara og svo framvegis og framvegis. Hver á hagnaður umsjónaraðila eða /landeigendur að vera, eða á hann að vera einhver yfir höfuð, hvernig ætlum við að dreifa úthlutunum? Ef að við erum að tala um skatt eða gjald sem leggst á einhverja einstaka staði, af hverju ættu einstakir landeigendur eða umsjónaraðilar eða þjónustaðilar við þessa staði að vera eitthvað ofsalega jákvæði gagnvart því að vera að setja í einhvern sjóð þar sem að gjafel geti verið sem sagt, byggt undir samkeppnisaðila. Þannig að þetta er allt eitthvað sem við þurfum að hugsa um. Við þurfum að hugsa um umsýslukostnaðar, eins og Guðmundur kom inn á, ég var að fara hægt að segja þetta. En við þurfum að gera það, því auðvitað viljum við ekki að kerfið fari að snúast um það að viðhalda sjálfu sér. Við þurfum að tryggja það að þessi fjármuni fari í rauninni í það sem að tilgangurinn, í það sem að þeim var ætlað. Og að lokum, þá held ég að því ég nú að vísa, það er mjög gott að koma svona svolítið seint inn á svona fund, það getur maður að vísa í alla aðra, en nú ætla ég að vísa í Pál Þórhals og glæruna hans smarter regulation and evidence-based policy making, en sem ég var svona áhugaverð það sem stóð þar, því ég held að það er akkurat þetta, þessir punktar sem hann setti þar upp, eru akkurat það sem við þurfum að hugsa um. Og það er ég ekki að tala endilega nauðsyn þess að þetta verði allt æðislega einfalt, því það er ekki endilega það sem ég er að hugsa um, heldur það að við byggjum á þekkingu, við byggjum á þeim keldum sem við höfum fallið í, við byggjum á því að skipuleggja hlutina almennilega og gefa okkur tíma til að fá yfirsýn, við byggjum á yfirvegaðri stefnumörkun og við lærum af reynslu annarra. Vegna þess að okkur langar ekkert endilega að þurfa að stunda sprungubjörgun á náttúru landsins þegar að því kemur. Þetta þýðir að vegna þess að þetta kemur líka inn á þá framtíðar uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Það er að segja hvernig við tryggjum það að hún verði sjálfbær til frambúðar og að þau störf sem þegar hafa skapast og þær fjárfestingar sem þegar hefur verið ráðist í, þær skili þá hagnaði og áframhaldandi störfum og áframhaldandi gleði og ánægju hjá því fólki sem vinnur í atvinnugreininni til frambúðar. Við þurfum þess að kannski líka að hafa kjark til þess að skoða þau áform sem fyrirhugað eru hverju sinni, afla okkur upplýsinga frá öðrum löndum, reyna ekki að finna upp hjólið og vera óhrædd við að breyta áformunum eða aðlaga þau að þeirri þekkingu sem til staðar hverju sinni. Takk fyrir.